gildi fyrr en 1. október. Í fréttum í gær kom fram að borgarlögmaður sammála þeirri túlkun Páls Sigurðssonar lagaprófessors að ný sveitarstjórnarlög öðlist ekki gildi fyrr en 1. október vegna þess að þau voru birt og undirrituð of seint. Félagsmálaráðherra hins vegar ekki sammála þessu. Hann segir að málið sé til skoðunar en fellst þó á að lögin hefðu ekki geta tekið gildi 1. júní því þau voru ekki birt fyrr en 5. júní. Samkvæmt venju og upplýsingum frá Alþingi þá hefur alltaf verið litið svo á að lögtæk gildi á birtingardegi eða birtingardagur var seinni heldur en gildistökudagur. Borgarlögmaður dró fyrrnefnda ályktun sína af nýlegum hæstaréttardómi en ráðherrann bendir á að það mál hafi verið annars eðlis en þar var að ræða refsimál. Hann segir að það hefði gerst að minnstakosti 11 sinnum frá því 1990 að lög hafi ekki verið birt fyrr en gildistökudagur var liðinn og það hafi verið látið óátalið. En ef niðurstaðan verður svo að lögin taki gildi fyrr en 1. október, mynd þú þá axla ábyrgðin á því? Það eru ýmsar leiðir til það þetta hægt að gera bráðabirgðalögin gildistöku ákvæðið ef að því væri skipta. Liggur alveg ljóst fyrir hver var vilji þingsins, hann var sá að þetta frumvarp yrði að lögum og það tæki gildi 1. júní. Það hefur verið gott veður í dag víða á landinu og mikil umferð ferðafólks. Þótt umferðin hafi gengið stóráfallalaust má þó sjá af óhöppum sem orðið hafi í óbyggðum að réttir fyrir ferðalanga að fara að öllu með gát, til dæmis við akstur yfir óbrúaðar ár. En þótt allt hafi gengið vel fram að þessu þá ástæða til að vara við því að þótt lítið sé í ánum miðað við það sem mest þá getur menn farið flatt og hér ýmislegt að sjá við Krossá. Hér sjáum við dæmi fyrirhyggjuleysi. Maðurinn á þessu hvíta sendibíl ætlaði að draga kerru yfir Krossá. Það fór náttúrulega bara á eina lund. Kerran valt og reif stuðarinn aftar af sendibílnum og kerran náttúrulega ónýt og sendibílinn stór skemmdur og mátti þakka fyrir ekki fór verð. Og svo það þetta hér atvik sem við horfum á núna. Þeir sem voru á þessum jeppa fóru aðeins á neðarlega og á þvert í ána og fóru heldur neðarlega og það voru ekki að sögum að spyrja. Straumurinn hreif bílinn með sér sem betur fer valt hann ekki. Og hér fylgjumst við með björgunaraðgerðum, það koma vanir menn að og fullt af fólki. Og svo bara að ná honum upp án þess að hann velti og allt fer vel að lokum en það þarf að draga hinn stolta bíl í burtu. Hvernig var þetta? Varstu á neðarlega vaðinu? Fór hann út af? Bara ekki hugmyndum það, hann rann bara til og fór í buskan. Já, var þetta löng vegalengd sem hann barst með straumnum áður að stoppaði? 7 metrar eða eitthvað leys. Já, þetta ekki hræddur hann myndi þá velta? Jú, svona temmilega. Formaður Sjúkraliðafélagsins segir að vinnuálag sjúkraliða hafi aukist gífurlega eftir að stór hluti hjúkrunarfræðinga skilaði sér ekki aftur til starfa. Hún segir sjúkraliðum nú gert að vinna að hluta þau störf sem hjúkrunarfræðingum var áður falið. Formaðurinn segir mikla reiði í röðum sjúkraliða með að í ljósi vaxandi álags og skörunar við störf hjúkrunarfræðinga skuli forystumenn sjúkrahúsanna ekkert ræða við þá hugsanlegar kjarabætur. Það stór hópur hjúkrunarfræðinga sem ekki koma inn til starfa og það staðreynd að þetta eru yngstu hjúkrunarfræðingarnir sem þarna eru óanaðastir og þessi hópur, hann í þeim störfum sem skarast mest við störf sjúkraliða og þetta gefur auga leið að þetta eykur álagið. Nú því til viðbótar náttúrulega mjög mikil reiði og pirringur yfir því að ekki sé talað ennþá allavega við sjúkraliða það að bæta þeirra kjör í ljósi þess sem að aðrir hafa verið að fá. Þar sem að sjúkraliðar líta á það að það umhverfi sem samið var í á sínu tíma, það gjörbreytt. Þá segir formaður Sjúkraliðafélagsins það hreint ótrúlegt að á meðan þessar staðrendir blasi við á stóru sjúkrahúsunum séu sjúkrahús á landsbyggðinni að reyna að ráða til sín sjúkraliða á lakari kjörum en kjarasamningur Sjúkraliðafélagsins kveður á Hér á formaðurinn við auglýsingu Sjúkrahús Suðurlands en í henni segir að kjör verði samkvæmt kjarasamningum félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi en þeir innihalda lakari kjör fyrir sjúkraliða. Sjúkraliðafélagið með kjarasamning við sjúkrahúsið á Selfossi líkt og önnur sjúkrahús all land. Við með kjarasamning við ríkið sem gildir
Og þá kemur mér mjög óvart að þarna sé verið að auglýsa eftir sjúkraliðum sem að tekið fram að skuli vera á ákveðnum kjarasamningi þar sem að ræða lægri laun. Kristín segist ætla að leita til lögmanns félagsins vegna þessa. Sævar Gunnarsson formaður sjómannasambandsins telur að koma háhyrningsins Keikós hingað til lands tefji fyrir því að Íslendingar geti hafið hvalveiðar að nýju. Hann segist enga ósk eiga heitari en að Keikó degi drottni sínum áður en hann kemur til Íslands. Sævar þeirra skoðunar að hefja eigi hvalveiðar strax undir vísindalegu eftirliti, enda telur hann að mjög mikið sé af hval á miðunum núna. En hvernig hljóðið í sjómönnum almennt? Það alveg einu rómi að það sé allt of mikið á hval og við verðum einfallega dýra ríkisins vegna og okkar vegna að fara að veiða hvalinn, bæði smáhvalið og stórhvalið. En hvaða áhrif hefur koma Keikós til landsins á möguleika Íslendinga á að hefja hvalveiðar? Ég tel að það hafi mjög neikvæð áhrif. Það í mínum huga ekki vafi á því. Ef að Keikó kemur þá tefur það fyrir að við hefum hvalveiðar að nýju og það mjög skaðlegt fyrir okkur alla Íslendinga ef við ferum ekki veiða hvalinn því hann endar með því að hann getur okkur út á gattinn ef við ekki veiða. Voru það mistök að leyfa Keikó að koma til landsins? Að mínum að þetta alveg afdráttarlaust og persónulega á ég enga ósk heitar í sambandi við Keikó heldur en hann degi drottni sínum áður en að gefa til Íslands. En mér finnst að þessi Keikó umræði sé komin í hring. Það að frelsa Keikó með að setja hann í búr við fjölförnustu höfn landsins þar sem skip fara út og inn tugaskipti á sólarhring og þetta sé eitthvað frelsi fyrir kvikindi. Þetta er bara útúrsnúningar, þetta er peningablokk og ekkert nema peningablokk sem þarna að baki. Það ekki verið að hugsa um skepnuna. En það væri hún mikið sætlega á því að fá að deyja heldur en lenda þarna í búri aftur. Fyrirtæki Kára Stefánssonar Íslensk erfðagreining og gagnagrunnsfrumvarpið eru gagnrýnda harðlega í tímaritinu Spiegel sem kemur út á morgun. Kári segir augljóst að andstæðingar gagnagrunnsfrumvarpsins segju auðveldara með að grafa undan íslenskri erfðagreiningu en að sannfæra þjóðina að áform fyrirtækisins séu slæm. Í þýska vikuritunum Spiegel sem kemur út á morgun fjallað íslenska erfðagreiningu og gagnagrunnsfrumvarpið á sviði heilbrigðismála. Blaðamaður segir í grein sinni að verði frumvarpið að veruleika og fyrirtæki Kára fái einkastarfsleyfi á gagnagrunni megi auðveldlega komast að öllu sem tengist sjúkrasögu hvers einasta Íslendings. Það hver hafi farið til hvaða læknis, hvenær og af hverju, hver sjúkdómsgreiningin hafi verið og hvaða meðferð hafi verið ráðlögð. Upplýsingar sem síðar mætti jafnvel seljað líftryggingafélögum. Þessi grein í mínum huga fyrst og fremst aðförað íslenski menningu. Blaðamaðurinn ásakar íslenska þjóðum að vera kærulaus og einfeldningsleg og ég held að það beri að skoða afstöðu blaðamannsins til gagnagrunnsfrumvarpsins í samhengi þess að hann lýsir undrun sinna á því að hér skulu vera til stéttartöl. Honum finnst það skringilegt að hér skulu vera til töl yfir hjúkrunarkonur og lækna. Hann lýsir undrun sinna yfir því að hér skulu vera til ættartölur. Ef þú lítur á það í því samhengi þá ekki skringilegt að maðurinn sé hlessa því Íslendingar velti fyrir sér þeim möguleika að setja saman gagnagrunn og heilbrigðissviði. Persóna Kára fær líka sérstaka umfjöllun. Spurt hvort hann sé snillingur, brjálaður, hættulegur eða jafnvel allt þetta. Og sagt að sinnuleysi Íslendinga gagnvart þessu máli sé mikið. Það ber líka að hafa í huga að blaðamaðurinn var ekki einn í ráðum. Meiri hluti af þeim niðurstöðum eða þeim ályktunum sem hann tjáir í sinni grein fær hann í samtali við íslenska andstæðinga gagnagrunnsfrumvarpsins sem að ég held séu farnir að gefa upp vonuna að þeir geti einir og óstuddur upp á Íslandi komið gagnagrunnsfrumvarpin á kné og eru farnir að leita sér aðstoðar erlendra fjölmiðla. Þeir hafa meðal annars farið út í það að senda bréf til erlenda viðskiptatímarita sem hafa þjónað þeim tilgangi að grafa undan hagsmunum íslenska erfðagreiningar. Það miklu einfaldar að vega að íslenska erfðagreiningu heldur en að samfara íslenska þjóðum þar sem við erum með í áætlun sé slæmt. Nýtt samræmt eftirlitskerfi með fiskveiðum á norðanverðu Atlantshafi var samþykkt á aukafundi Norðaustur Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar fyrir helgi. Samkvæmt því verður fylgst með fiskiskipum úr gervitungli. Þessar reglur valda byltingu, sérstaklega vegna þess að allar upplýsingar verða staðlaðar og sendar á sérstöku táknmáli sem allir skilja. Þá verður í öllum skipum sem eru 24 metra löng eða lengri sérstakur búnaður til þess að hægt sé að staðsetja þau hvenær sem í gegnum gervitungl. En að hverju beinist þetta eftirlit?
Nú reglunum skipt reyndar í tvennt eftir því hvernig stjórnun háttað. Þeir stofnar sem lúta raunverulegri stjórn eins og karfa og síld, það gert ráð fyrir því að það verður mjög strangt kerfi aflatilkynningar þar, en annars kemur þetta til með að gilda alla stofnar sem veitir á svæðinu. Arnór var formaður nefndarinnar sem samdi þessar nýju reglur. En eftir að leysa hvernig á að líta eftir skipum frá löndum sem ekki eru í NEAFC og kemur þar meðal annars til greina að beita löndunarbanni. En reglur skip aðildarþjóða eru skýrar. Í fyrsta lagi þá eiga aðildarríkin að tilkynna hvaða skip hafi heimild til þess að veiða á svæðunum, og síðan gert ráð fyrir því að þau skip tilkynni sig inn á svæði hverju sinni og þá hvaða afli borð í skipunum, og síðan munu þeir tilkynna vikulega þann afla sem fæst. Síðan gert ráð fyrir því að hægt sé að fara borð með eftirlitsmenn, menn geta farið með varðskip á svæðið til þess að staðreyna hvað þar á ferðinni. Fyrir 1. janúar árið 2000 verður settur búnaður í öll fiskiskip á svæðinu 24 metra löng eða lengri, þannig að hægt verður að fylgjast með ferðum þeirra úr gervitungli. Það verður gert án nokkurs tilverknaðar áhafnarinnar. Já, það gert ráð fyrir því að þetta sé sjálfvirkt kerfi, þannig að þannig að tækjabúnaður borð í skipinu taki sjálfvirkt niður hvar skipinu stödd og sendi þau án þess að viðkomandi stjórnandi skipsins hafi vitneskju það. Þetta kerfi hefur óhjákvæmilega áhrif á tilkynningarskyldu og hefðbundna landhelgisgæslu. En þarf áfram að fylgjast með landhelginni með varðskipum og flugvélum. Það náttúrulega þannig að það geti verið skip sem ekki eru útbúin samkvæmt reglunum. Bæði geta menn hugsanlega verið með skip þarna sem eru frá öðrum löndum og auðvitað þarf að líta sérstaklega eftir þeim. Og eins náttúrulega aldrei tryggt að allir fari eftir reglunum hverju sinni. En þó að breytingar kunni að verða á hlutverki landhelgisgæslunnar við gervitungla eftirlit, gegnir hún mikilvægu hlutverki í eftirlitskerfinu og hefur tekið virkan þátt í undirbúningi þess. Boeing breiðþotu Atlanta flugfélagsins var gefið nafn flugmannsins og frumkvöðulsins Alfreðs Elíassonar að viðstöddu fjölmenni á Keflavíkurflugvelli í dag. Það var ekki laust við að eftirvænting og spenna væru í loftinu þegar Boeing 747 breiðþota Atlanta lenti á Keflavíkurflugvelli í dag. Þessi flugvél 14. vélin sem Atlanta eignast og skömmu eftir lendingu í dag var henni gefið nafnið Alfreð Elíasson, en Alfreð var einn af stofnendum loftleiða. Það var ekki hans, Kristjana Milla Thorstensson, sem afhjúpaði nafnið á þotunni við hátíðlega athöfn, en þetta 7. vél Atlanta sem fer nafn einhvers frumkvöðuls íslenskrar flugsögu. Þið eruð að gefa þessari vél nafnið Alfreð Elíasson í dag, af hverju? Það vegna þess að við teljum hann vera einn af helstu frumkvöðlum íslenskrar flugsögu og þess vegna fannst okkur tilíðilegt að þessi vél fengi nafnið Alfreð Elíasson. Við Arngrímur, við flugum bæði hjá loftlaugum, ég byrjaði þar og hann flög líka þar. Þotan Alfreð Elíasson jumbo-þota sem svo eru kallaðar og tekur 484 farþega. Hún kom hingað til lands í dag frá Englandi og hélt skömmu síðar til Þýskalands. Það var því nógu að snúast hjá flugliðum og öðru starfsfólki og eins gott að hafa hraðar hendur þegar taka þarf hátt í 500 sæta flugvél í gegn á 1 klukkustund. Vestmannaeyingar hafa fagnað goslokum helgina og í dag gerðu menn sér glaðan dag í Skansfjöru. Í dag 3. og síðasti dagur 25 ára gosloka afmælis hér í Vestmannaeyjum. Margt hefur drifið á dagana, þessa 2 daga sem liðnir eru, og nú komið að lokaatriðinu á gosloka afmælinu, það að segja, bæjarstjórn Vestmannaeyja að grilla pulsur ofan í bæjarbúa. Þetta gengur mjög vel. Við erum búin að grilla svona nokkur þúsund pylsur held ég og við heldum að sé verða að fjölga hér í bænum. Langskipið Íslendingur kom í heimsókn til Vestmannaeyja í tilefni hátíðahaldana og var fólkið boðið í siglingu. Menn voru í góðu skapi í góða veðrinu og sammála að hátíðahöldin hefði farið vel fram. Ekki var vitað nein óhöpp nema væri eitthvað í svipuðum dúr og hjá þessari litlu stúlku. En þetta allt alveg frábært eins og alltaf hérna í Eyjum, það ekkert að spyrja því. Hefurðu þegið pulsu úr hendi bæjarstjórnar? Ég nú ekki búin að því þá, maður svo vel haldinn hér í alls kyns veitingum og ég veit ekki hvort að maður hefur pláss fyrir meira svona í bili.
Þetta alveg dæmigerð fjölskylduhátíð og þetta sko þjóðhátíð. Þetta alveg bara, þetta engu líkt, alveg meira áttar. Þetta góð fjölskylduskemmtun, mjög góð. Hátíðarhöldin í dag byrjuð hins vegar á því að messað var við Gíginn í Eldfelli að viðstöddu fjölmenni. Það var Jóna Hrönn Bolladóttir, safnaðarprestur, sem sá guðsþjónustuna. Miklir skógareldar brunnu á Grikklandi í dag. Mestir voru eldarnir í kringum höfuðborgina Aþenu. Við segjum frá þessu ásamt fleiru í heimskringlu kvöldsins. Eldarnir loga víðsvegar Grikkland. Nálægt Aþenu eru miklir eldar og mikinn reyk leggur yfir höfuðborgina. Slökkviliðsmenn hafa barist við eldana í rúman sólarhring en hann breiðist hratt út vegna mikils vinds. Yfirvöld á Grikklandi grunar að sumir eldana séu af manna völdum. 1000 hektara lands hafa eyðilagst í eldunum. Í dag bárust fréttir af því að skógareldar loga einnig á Sikiley og á Kýpur. Helgina var barist í suðvestur hluta Kosovo. Serbar sögðu frá því í dag að lögreglusveit þeirra hafi þurft að verja sig gegn árásum skæruliða Albana í þorpinu Movljani. Albanir sögðu í dag að serbneska lögreglan hafi ráðist á albanska þorpi Gornja Krúsika og myrt þar einn þorpsbúa. Richard Holbrooke, sendifulltrúi Bandaríkjanna, hélt í dag áfram viðræðum sínum við fulltrúa Serba og Kosovo Albana í skugga þessara atburða. Hann tilkynnti að frá og með morgundeginum yrði eftirlitsnefnd stjórnarerindreka að störfum í Kosovo. Þessi höfuðkúpa fannst í Namibíu og talin vera týndi hlekkurinn í þróunarsögu mannsins. Vísindamenn telja höfuðkúpuna vera milli 100.000 og 200.000 ára gamla. Hún talin vera hlekkurinn sem tengir Homo erectus, hinn upprétta mann, við frummann Homo sapiens. Höfuðkúpan fannst reyndar fyrir 10 árum síðan en maðurinn sem fann hana stillt henni upp í stofu hjá sér og þar stóð hún í áratug sem stofustás. Bandaríkjamenn héldu þjóðhátíðardag sinn hátíðlegan í gær. Út öll Bandaríkin gerðu menn sér glaðan dag og tóku þátt í alls kyns hátíðarhöldum. Flugeldasýningar sem haldnar eru víðsvegar Bandaríkin þykja hápunktur hátíðarhaldana. Í New York fór fram hinn víðfræga alþjóðlega pilsuátskeppni í tilefni dagsins. Þar áttust við hinn bandaríski kratsi sem kallaður dýrið og hinn japanski Nakajima. Eftir æsispennandi keppni bar sá japanski sigur úr bítum og hlaut að launum hið eftirsótta pilsuátsmeistarabelti. Og að íþróttum hér á landi en 8. umferð úrvalsdeildar karla í knattspyrnu hófst nú síðdegis á KR-vellinum þar sem heimamenn tóku á móti Keflvíkingum. Eiður Smári Guðjónsson átti fyrsta færið í toppslag KR á Keflavíkur sem rétt nýlokið þegar hann á 13. mínútu skaut boltanum í stöngina. Á 22. mínútu átti svo Ólafur Ingólfsson ágæta rispu fyrir Keflvíkinga en tókst ekki að koma boltanum í markið. Það rétt að minna á að 3 leikir hófust nú klukkan 8. Leiftur tekur á móti IBVF, Grindavík mætir Val og IR leikur á móti Fram. Við sýnum meira af knattspyrnu í Helgarsporti í kvöld en viðureignin í Vesturbænum nú síðdegis lyktaði með markalausu jafntefli. Og meiri íþróttir. Pete Sampras frá Bandaríkjunum bar sigurorð af Króatanum Goran Ivanisevic í úrslitaviðureign einliðaleiks karla á Wimbledon tennismótinu í dag. Og Íslendingar unnu öruggan sigur í annarri deild Evrópubikars karla í fjölþraut á Laugardalsvelli helgina. Íslenska kvennaliðið hafnaði í 3. sæti. Íslensku stúlkurnar náðu tvisvar sinnum 5. sæti í einstaklingskeppni í dag. Gunnhildur Hinriksdóttir í 800 metra hlaupi og Sigríður Anna Guðjónsdóttir í langstökki. Hafnaði íslenska liði í 3. sæti með 13.240 stig, rúmum 300 stigum á eftir liðum Sviss og Spánar. Íslendingar höfðu rúmlega 1200 stiga fórustu á belga þegar keppni hófst í karlaflokki í morgun og jókst forskotið þeirra á leið. Jón Arnar Magnússon náði mjög góðum árangri en of mikill meðvindur kemur hins vegar í veg fyrir árangur hans verði metin á afrekaskrá. Árangurinn taldi hins vegar í stigakeppninni og þar bar Jón höfuð og herðar yfir andstæðinga sína. Bjarni Þór Traustason bætti árangur sinn verulega og var 4. keppanda og hinn 18 ára gamli Sigurður Karlsson 14. Íslendingar báru öruggan sigur úr bítum voru rúmum 1650 stigum á undan Dönum sem komu næstir. Sumarsýningar Listasafns Íslands og Norræna hússins voru opnaðar helgina. Í Norræna húsinu sýning á verkum íslenskra myndlistarkvenna en Listasafnið heldur yfirlitssýningu yfir íslenska myndlist á 20. öld. Í Listasafni Íslands eru sýnd verk þeirra listamanna sem ruddu brautina í íslenskri myndlist og eftir síðustu aldamót. Þar ber meðal annars að líta verk Jóhannesar Kjarval
Þórarins B. Þorlákssonar og Ásgríms Jónssonar. Straumum millistríðsáranna eru gerð skil á sýningunni og einnig þeim megin viðhorfum sem voru uppi eftir seinni heimsstyrjöldina. Við erum með verk eftir Svavar Guðnason, Gullfjöll, eitt þekktasta verk í eigu safnsins, og ennfremur verk eftir Þorvald Skúlason, Kristján Davíðsson og fleiri. Á sýningunni eru jafnframt verk sem einkenna tímabilið og eftir 1970 og allt til dagsins í dag og á hún því að bregða ljósi á meginkaflana í íslenskri myndlistarsögu á þessari öld. Sýningin í Norræna húsinu sækir nafn sitt í ljóð Ólafar frá Hlöðum og ber yfirskriftina Þeirra mál ei talar tunga. Hér eru sýnd verk 12 íslenskra listakvenna og það spanna 3 kynslóðir. Elsta konan hún er fædd fyrir miðja síðustu öld og svo yngsta 1920. Og hér eru bæði málarar, myndhöggvarar, hér eru aldamótakonur sem aldrei hafa verið sýndar áður á Íslandi. Og það var helst í þessum fréttatíma að 2 fyrrum formenn Alþýðubandalagsfélags Reykjavíkur ætla að segja sig úr Alþýðubandalaginu eftir samþykkt flokksins í gær. Formaður flokksins segir ekki stórmannlegt að hlaupa burt áður en málefnaskrá framboðsins liggur fyrir. Fjölmennri göngu óraníureglumanna var meinaður aðgangur að hverfi kaþólskra í Portadown á Norður Írlandi í dag. Nokkur hundruð göngumanna biðu nú undir kvöld eftir því að göngunni yrði leyft að fara í gegnum hverfi kaþólskra. Og Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, segir andstæðinga gagnagrunnsfrumvarpsins og fyrirtækis síns grafa undan því með hjálp erlendra fjölmiðla. Þórana, við vitum að það hefur verið blíða allt land í dag. Hverju spáir þeim framhaldið? Já, það lítur nú út fyrir á morgun þá þykni upp en það verður gott veður allt land lengst af. En við skulum nú fyrst líta á þetta góða veður eins og var núna klukkan 18. Þá sjáum við að það var hlýjast á Suðurlandi, hitinn komst þar í 20 stig á nokkrum stöðvum og það var nánast úrkomulaust í dag, mest mældist úrkomulaust